Þetta var þryggjastega sigur í hörkuleik sem þið leiðið allan tíman. Geturðu, ég menn þið mætið alveg brjálæði til leiks á báðum endum vallarins. Geturðu sagt mér hvað var svona farið yfir inn í klefa fyrir þennan leik? Bara númer 1 og 3 bara orka. Bara að koma út með orku. Lalli getur sagt okkur alls konar hvað við erum að gera en við þurfum bara að mæta með orku og það er bara sem við þurfum að gera á þessu liði. Þeir eru mjög góðir í körfubolta og við þurfum bara að vera meira fysikal. Liðið mætti heldur betur með orku, menn þeir eru náðu strax að búa ykkur til 10-15 stiga forskot hérna í byrjun leiks en svo einhvern veginn næði Njarðvík að komast inn í þetta. Hvað gerir þið svona til þess að halda forystunni og klára þetta svo lokum? Við mistum smá innbendingu og síðan þurftum við bara að koma saman og stilla okkur og þá bara að fá orkustigið aftur upp og þá bara náðum við einhvern veginn að halda þessu svona jafnt og þétt saman og klára leikinn. Þú ert að spila framta vörn hérna í þessar 40 mínútur sem að þessi leikur er. Hversu mikilvægt er það fyrir þig að stoppa manniðin á varnarhelmingi vallarins? Mjög mikilvægt. Ég verð að stoppa í vörn svo ég get gert eitthvað í sókn. Það er bara svoleiðis. Og það er ekki að verða þegar skotin eru að detta hjá þér eins og þú voru í leiknum áðan. Segðu mér eitt, Tómas, þristir sem þú setur þegar það eru 10 sekúndur eftir og þú ert hérna einhverstað nálægt miðlínunni. Hvenær fannst þér fyrir því að hann væri að fara ofan í? Bara því ég sleppti honum. Ég fann því sleppa hann var bara í beinni línu og fullkomnir hæðir. Þannig að ég vissi þetta verði hreint. Fannst það varst í góðu jafnvægi þegar þú hoppaðir upp? Já, mjög góðu jafnvægi. En leikur 3 í Ljónagrauðinu, þetta virðist alltaf að vera bara hörkusería. Það var skemmtilegu leikur í kvöld, fastir fyrir og svona. Hvað þurfum við að gera til þess að byggja ofan á þennan sigur í Njarðvík? Við meðum bara ekki missa einbeitingu og mæta með sama orkustig og hvað ég segja, já, mæta bara með sama orkustig. Takk fyrir Tómas og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.